vormorgun í Vestmannaeyjum og nokkrir sprækir Eyjapeyjar eru að búa sig undir nokkuð sérstaka morgunleikfimi. Morgunleikfimi sem að hentar kannski ekki öllum. Það enginn að hlaupa á milli kletta á línu öðruvísi en að vera búinn að æfa sig svolítið fyrst. Það best að gera það á öruggum stað, eins og hér í húsi Björgunarfélags Vestmannaeyja. Og ekki ágætt að ætla sér góðan tíma í æfingar. Það samt ekki svo ýkja langt síðan þegar Ármann Bjarki Sigdór og nokkrir félagar þeirra fóru að æfa sig í að hlaupa eftir bandspotta. Í desember þá settum við okkur upp smá aðstöðu, svona innanhús, þar sem við fórum að æfa þetta. Fórum að æfa okkur að ganga svona á línu og snúa okkur við og setjast og þetta byrjaði svona í Bandaríkjunum kringu 1970. Þá voru menn svona klifrarar sem að fóru að strengja svona borða á milli trjáa bara til að hvíla sig milli daga og fóru síðan að færa sig aðeins ofar þegar þeir voru að gera þetta. Þegar þeir voru í klettunum þá var það svona eðlileg þróun að þeir færðu þetta ofar í klettana. En núna upp á síðkasti hefur þetta verið að aukast í vinsældum allan heim að standa svona á línu. Og eru þið menn þá yfirleitt eins og þið hér með þetta svona yfir gil eða á milli tveggja svona kletta eða hamra? Já, það er sjaldgæfara að menn sé að gera þetta svona hátt. Það er orðið mjög vinsælt í heiminum að gera þetta sko við jörðina. En jú, þegar að menn gera þetta svona þá eru þeir í stórum giljum eða yfir sjónum eða sumir gera þetta líka yfir vötnum, þannig að þetta er bara stutt ofan í. Svona, hvað þurfa menn að hafa til að bera til þess að ná árangri í þessu? Ég held að það sé bara aðalega þolinmæði. Það er svona lykillinn. Og svo bara fókus á einn punkt og þá er þetta komið. En nú er náttúrulega æskilegt að menn séu ekki lofthræddir væntanlega? Já, í hæglæni, en slakklæni er allt annað. Þá bara eftir við jörðina. Það geta allir pröfað það. Hvað eru þið mikilli hæð hérna, cirka? Ég er svona 6 metrar, 6-7. Samt sem áður eins og núna, það gengur brimið yfir ykkur? Já, það var aðeins erfiðara þegar rokið fór að koma og svona. Þetta virkar náttúrulega virkilega glæfralegt svona utan frá sér, en er þetta ekki eins hættulegt eins og lítur út fyrir auga? Nei, alls ekki. Við erum tvítriði, þannig að ef eitthvað klikkar þá er alltaf annað sem grípur mann. Við sáum það klikkaði aðeins þarna á hann? Já, það er strappinn gaf sig aðeins, en þá greip línan hann. Við erum með mjög gagnrýna hugsun yfir allt sem við gerum og við göngum aldrei út í þetta þannig að við séum alveg öruggir með allt sem við gerum. Þetta er náttúrulega glæsilegur staður hérna og er það kannski það sem að gengur svolítið út á að finna svona flotta staði? Já, þegar maður gerir þetta úti þá reynir maður að finna eitthvað svona flotta staði þar sem að það lítur vel út. Eins og þegar við fundum þennan stað þá var lykill atriði þar sem við vorum að leita bæði að hafa það öruggt og hafa alveg niður en líka þá að hafa eiginar í baksýn. Fleira verður ekki í Lambanum að